Átök og ofsóknir geta orðið til þess að fólk neyðist til að flýja land sitt í leit að öryggi. En sem betur fer hefur það fólk sem neyðist til að flýja heimili sitt rétt á að sækja alþjóðlega vernd í öðru landi. Umsækjendur alþjóðlega vernd er fólk sem hefur sóst eftir vernd vegna átaka eða ofsókna, en umsóknir þeirra hafa ekki verið full afgreiddar. Fólk leggur inn umsókn alþjóðlega vernd til viðeigandi stofnunar í tilvonandi gistilandi, til dæmis til Útlendingastofnunar. Eftir það er fólk skilgreint sem umsækjendur alþjóðlega vernd. Til að sanna að umsókn alþjóðlega vernd sé lögmæt, þurfa umsækjendur að ganga í gegnum langt og strangt ferli. Sérhæft starfsfólk mun svo taka ítarleg viðtöl við þá sem sækja alþjóðlega vernd. Viðtalið veitir innsýn í líf umsækjandans, hvaðan fólki kemur og hvers vegna það flúði. Umsækjendur alþjóðlega vernd þurfa vanalega líka að framvísa skilríkjum og öðru efni sem styður umsókn þeirra. Til dæmis vegabréfi, fæðingar- eða hjúskaparvottorði. Næst mun aðili frá Útlendingastofnun meta upplýsingarnar sem umsækjandinn útvegar. Það felur meðal annars í sér að meta ástæðuna fyrir því hvers vegna fólkið yfirgaf heimaland sitt og hvaða hættum það stæði frammi fyrir ef það væri sent tilbaka. Það getur tekið mjög langan tíma að vinna úr umsókninni. Fólk er oftast í gistilandinu á meðan það bíður eftir svari. Í flestum tilfellum á það rétt á lífsnauðsynjum, svo sem stað til að sofa á, mat og heilbrigðisþjónustu. Þrátt fyrir þessa aðstoð getur líf umsækjenda alþjóðlega vernd verið mjög átakasamt. Margir umsækjendur gista á stöðum þar sem er lítið næði og ró. Á meðan umsókn þeirra er í ferli, bíður fólk í óvissu stöðu sína. Á meðan á ferlinu stendur, eiga þau oftast ekki rétt á að fá að vinna og gera aðra mikilvæga hluti í lífinu. Þegar ferlinu er lokið og allar upplýsingar hafa verið grandskoðaðar, mun Útlendingastofnun taka ákvörðun umsóknina. Ef beiðni umsækjanda er hafnað, er hann beðinn að fara aftur til heimaland síns og fær aðstoð við það. Sumir áfrýja ákvörðuninni. Hins vegar, ef umsókn alþjóðlega vernd er samþykkt, þá fær umsækjandinn alþjóðlega vernd í gistilandinu. Það þýðir að umsækjandinn verði skilgreindur sem flóttafólk. Flóttafólk á þá að öðlast þau réttindi að fá að vera kyrrt í gistilandinu í öryggi og reisn. Flóttafólk á rétt á menntun, vinnu, heilbrigðisþjónustu og annarri nauðsynlegri þjónustu.